Segð mér þá, þessi sería handónýt. Hvað á það að þýða að setja mann þriðja flokks seríu sem keypt var í kaupfélaginu fyrir mörg 100 árum? Sveiatan! Já, maður vill nú vera fín, svona á jólunum. Jæja, en nú skulum við aðeins athuga hvernig gengur upp í himnaríki. Þar alltaf öðrum endanum að því að Pú og Pa stungu af frá uppvaskinu. En ekki nóg með það. Mikael erkiengill er þá steinsofandi eftir svefnsósuna sem öngur lét í pilsunans. Hvað gerist nú þegar hann vaknar í fangelsi himnaríkis og uppgötar að jólakíslinum hefur verið stolið og hárkollinn hans líka og enginn trúir að hann sé sjálfur Mikael erkiengill. Halló, þú þarna, halló. Já, hleyptu mér út undir eins. Já, því miður og þú fyrst kæru fyrir drykk til að dala færi og fyrir að hindra umferð og fyrir að svara ekki þegar þú var spurður sem svo reyndir að hindra lögreglunni starfi. Já, veistu hver ég er? Ég er Mikael erkiengill. Já, þetta segja þér nú allir. Já, ég er Mikael erkiengill og ég var á leiðinni með jólin til jarðarinnar en þeim hefur verið stolið af mér. Já, far nú bara að leggja þig við. Þú átt greinilegt og sofa talið. Já, ég heimta að fá að tala við hann. Ég heimta það. Nú hann auðvitað, hann sjálfan upp í hásætunum. Já, þá þarftu að panta viðtal. Ég að panta viðtal? Já, ég er erkiengill. Ég vil tala við hann þegar mér sýnist. Annarkvort þú að segja satt eða þú orðinn alveg stórvitlaus. Best ég fara og tala við Likla Pétur. Vert þú skiptur á meðan. Já, þið verður einhvern veginn að finna Mikael erkiengill. Hvers vegna þarf ég að hugsa fyrir alla hérna? Hann hlýtur að vera komin langleiðinni til Neptúnusar. Já, þá getur hann tekið litli pottarmanna með sér í bakaleiðinni. Og reynið svo að drífa ykkur! Hvað er nú að? Þarf ég að hugsa fyrir þig líka eða hvað? Nei, það enginn í fangelsinu sem segist vera Mikael erkiengill. Mikael? Já. Í fangelsinu? Ertu ekki að grína mér eða hvað? Nei, herra minn, þetta er dagsatt, alveg dagsatt. Veistu það að Mikael er komin 5.000 sjómílur frá himnaríki? Já. Heldur ég sem einhver bjáni? Ég ekki tíma til að standa í svona vitleysu. Já. Hvað gera bændur nú? Þá er ég lækkaður í tign eftir að hafa sleppt út. Hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Já, leiddu mig upp að ásætunum til hans og þá mun allt skýrast. Ég lofa þér að þú verður ekki lækkaður í tign. Ég lofa þér. Já, allt í lagi. Komdu þá. En maður samt ekki setja á því handjárn svona til öryggis. Já. Það er bara svo... Mikael, hvað ert þú að gera hér?
Hvað er ég að gera hér? Hvað er þú að gera í hásætunum hans? Ég var bara aðeins að prófa sæti þannig að svo satt ég fastur. Gætu þið hjálpa mér aðeins? Bara smá... Tóka, Ég held að þú var á leið til jarðar með jólinn. Já, það hefur gerst alvarlegur atburður. Öngull eitraði fyrir mér svo ég sofnaði og hann hefur stolið jólakistlinum og ætlar trúlega að sökka honum í dýpsta svarthol geimsins. Við þurfum að kalla út leitarflokk og svo þarf ég öflugt faratæki til að ná öngli og koma jólunum tímalega til jarðar. En fyrst þurfum við að halda fund. En hvert fór hann? Ég bara veit ekki. Ætlar hann ekki brugða sér frá að skapa nýjan heim? Skapa nýjan heim. Það sem sumum dettur í hug að segja til að bjarga sér út úr vandræðum. En nú eru fleiri en Pétur í vandræðum. Mikael verður að fara af stað til að bjarga jólunum, af því það er hans starf að koma jólunum til jarðarinnar. En hann veit ekki að Pú og Pa er að elta öngul. Enda má ekki tæpara standa að Pú og Pa fái smá hjálp, því þeir eru satt að segja hálf bjargalausir. En meirum það á morgun. Góða nótt, englandi mínir.